Þóra, bara rosa vonbrigði að sjálfsögðu, en svona, hvað fannst þér gerast í leiknum? Þær byrjuðu á að komast bara að einhverjum 7-10 stigum yfir og eiginlega héldist í forskoti bara út allan leikinn. Það er auðvitað erfitt að byrja leikinn svona og þurfa að elta einhvern veginn allan leikinn og alltaf að vera að vinna upp eitthvað forskot og svo bara lentum við í miklu villuvandræðum. Við erum 4 úr byrjunarliðinu með 4 villur og þetta bara hefur allt sitt að segja. Margir tapaði bolta. Var spennustig eitthvað vitlaust stillt hjá ykkur eða hvað? Mér fannst við bara vel stiltar í uppbytun en við náttúrulega erum með ungt lið og höfum ekki spilað margar svona leiki þannig að það gæti líka bara haft sitt að segja reynsluleysi. Svona momentið? Já, algjörlega. Þú áttir ágætan leik en samt það skiptir ekki máli svo sem að tapar en hvar fannst þér þetta snúast? Hvar held að þið mistu einhvern tímann trúna? Held að þið getur tekið þetta alveg fram í blá lokin? 10 stig þegar kannski 3 mínútur eftir er alveg frekar mikið en við mistum aldrei trúna. Við vorum alltaf með 5 leikmenn inn á sem vildi vinna leikinn og bekkurinn vildi alltaf vinna leikinn en það er bara erfitt að vera með kannski það lið inn á sem maður leggur ekki upp með að vera með inn á þegar við 10 stigum undir og 3 mínútur eftir. Algjörlega. Það var bara áfram í deildakeppnina, fá smá pínlítið frí og svo bara strax aftur í deildakeppnina. Já, algjörlega. Þetta er bara leikur sem við getum lært af og komum sterkara inn í deildina fyrir vikið. Alltaf leið, takk fyrir þetta.